Birna, hjartalega til hamingju, nýbökuð móðir og nýbökuð bakar Íslandsmeistari. Hvernig er tilfinningin? Hún gerist ekki betri, hún er yndisleg. Hvað svona myndur þú segja að hafi verið í dag sem að hjálpaði ykkur að vinna titilinn 3-0? Liðsheildin, ekkert annað, liðið sjálft. Já, þetta var svolítið kaflaskipt. Hvað svona réði úrslitum heldur þið upp að stæði í þessum leik? Bara við töluðum saman í hálfleik og ákveðum bara að spila okkar leik og það tókst. Þótt þetta hefur verið eins og sigur. Þetta var tæft en þetta var sætt. Þetta var mjög sætt, mjög sætt. Til hamingju. Ingibjörg Vilbergsdóttir, hjartalega til hamingju. Hvað svona er efst í hugaði núna? Bikarinn bara. Við tókum þetta 3-0 og þeir eru ósigraðar hérna á heimavelli í Sláturhúsinu. Hverju viltu þakka það? Eru þið bara svona heimakerar? Já, ætla það ekki bara. Nei, við erum með sterkan heimavöll og bara ætla þess ekki bara að við trúum því að við getum unnið hérna. Var ekki gaman að hafa svona marga í húsinu á öllum leikjum? Jú, það var æði. Segðu það við fólki maður? Nei. Segðu þeim að mæta maður? Já, mæti allan næsta tímabili. Jón Halldór Auðaldsson, hjartalega til hamingju. Þetta var kaflaskiptur leikur. Þetta var erfitt maður. Ég held að þetta aldrei að hafast og var tæft í restina þannig að það er bara spennustigið hátt og við vorum bara í vandræðum en við náðum að enna sem betur fer. 3-0, þetta er mjög vel að verka í staðið. Já, það er náttúrulega, við stendum að þessu allan tíman að fara í gegnum þessu úrslitakeppni án þess að tapa og það tókst. Já, voru KR-ingarnir, eru þeir næst besta liðið í deildinni? Já, það er engin spurning. Þetta hefur verið hundleiðilegt þegar við spila á móti Grindavík. Já, er eitthvað svona... So Watson, congratulations, the Icelandic Championship 2008. How's the feeling? The feeling is great. You know, it's I would say bittersweet only because I have to leave now. But winning a championship is what I came here to do, and this is why I came back. You know, a lot of people question why I didn't go to other countries, blah, 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 about the money, yada, yada, yada. But in my heart, I felt like I wanted to win with this team. You didn't, lost a game here in the slaughterhouse. This is home. You know, when you're at home, you're more comfortable, you're more relaxed, and so good things happen when you're comfortable. What about the fans? Did you like the atmosphere here today? The atmosphere was great. You know, we expected a lot of people, but we didn't think this many people. So, we thank the fans for coming out, and hopefully we gave them a good show. Okay, any, goodbye to the Icelandic people in Keflavik. Thanks for having me for another year. Thanks for believing in me. Thanks for trusting me to lead your team, and I'm glad I can go away with a championship. Thank you, and this has always be my home away from home.